Góðan daginn og velkomin í þáttinn Öryrkjaráðið. Við erum hér í föstudagsspjalli, ég og Marja. Næstu búin að kalla hana Margréti. Já, ég með þú veist að ætlar hún að kalla mig Margréti. Þetta verða nú bara svona eins og maður er. Og en við ætlum að spjalla svona fréttirnar í vikunni og breytingar í þættinum og lífið og tilveruna svona. Létt spjall á föstudegi. Já, við ætlum bara að ræða fréttir, svona það sem búið að vera efst á baugi og kannski byrjaði að tala COVID-smitin sem alveg að rjúka upp aftur. Ó, jú, alltaf svo gaman. Já, skemmtilegt umræðuefni, en þetta er samt svona, já, nú erum við, það er eiginlega svona kaldhæðni örlagana að Reykjalundur skuli vera bara meira og minna komin í sóttkví sem er að þjónusta fólk sem með langvarandi aukaverkanir af því að hafa fengið COVID eða hvað maður að kalla það, langvarandi eftirköst. Já, þau eru þar og svo náttúrulega líka allir hinir sem eru núna aðeins á bið út af því. Ég að bíða eftir því að komast inn og svona vika eða 2 vikur af sóttkví hlýtur að þýða einhverja aukatöf líka. En já, sko ég talaði þetta daginn þegar ég fekk sko umgangsflensu sem var í gangi, sem lítur alveg út eins og COVID, þannig að allir sem fylgdu hana voru bara testaði fyrir COVID. Og ég fekk þessu umgangspest og ég fekk hana þrátt fyrir að umgangast nánast ekki nokkra manneskju, vera alveg ótrúlega mikið að passa mig því ég er í áhættuhóp. Ég held ég hafi hitt 4 manneskjur vikuna á undan eða svo og hlutaðum starfsfólk og svo náttúrulega er ég á heimili þar sem allir eru að passa sig líka því að það er önnur langveik manneskja á þessu heimili og konan mín augljóslega fer ekstra varlega út af mér. Og það myndi mig bara á það hve auðvelt það er að smitast af svona hlutum. Ef ég sem var alveg að hægja lögt að passa mig, að fengi umgangspest, þá gæti ég líka fengið COVID. Og þá getur bara hver sem er, sérstaklega þeir sem er ekkert að passa sig, mjög auðvitað fengið það. En já, fólk var búið að losa voðalega mikið og að fara að vera miklu meira á ferðinni og svona, sem er bara gott ef að maður heldur áfram að muna eftir því að passa sig. Ég hitti konu síðast bara í gær sem sagðist ekki vera svona grímumanneskja og ég sagði við hana hvað það væri og hún sagði já, ég meina það deyja svo, það var 10 manns á Íslandi, þetta er ekki hættulegt. Og ég náði nú ekki að muna það að segja henni að það væri sletta fólki sem væri með svona eftirkasta vandamál og við varum nú kannski að fá sletta af nýjum öryrkjum velkomin og svo framvegis út úr þessu. En mér blöskraði bara svolítið að því ég sagði henni að já, eina af þessum prósentum er ég. Hún veðtók það ekki einu sinni að þú veist, hún væri að tala við bara að það væri, það að tala að það væri bara 2% væri í raun og veru alveg ótrúlega mikið særandi fyrir mannesku sem að er 2%-inni að henni væri bara alveg sama það, sko. Við þurfum náttúrulega að taka okkur saman til þess að minnka þetta allt saman. Ég bara getum fara að lifa svolítið meira svona venjulegu lífi, þú veist, leið og við erum öll búin að hafa okkur ágætlega í dálítinn tíma, þá erum við betur stödd og við vitum það. Mér finnst líka bara, sko, ég held að það er svona ýmislegt við það, þegar maður fann að fólk eins og í búðum og svona, maður var að fara til búð og maður fann að fólk var að passa sig með því að svona halda sig öðrum megin á ganginum og maður fann að fólk var svona aðeins að taka tillit, sko. Já. Það var mjög svona traustvekjandi. Já, leið manni alveg betri. Já, leið manni betur og en ég hef tekið eftir því samt núna undanfarið. Ég er yfirleitt bara eitthvað eina manneskjan á svæðinu sem að labba inn í búðir með grímu, sko. Það var mjög fáir. Svo gleymist það líka að sem ég er búin að átta mig á mig sjálfa mig. Að því að ég er veik og er svolítið svona ég er búin að vera mjög veik undanfarið. Og er svolítið svona ekki alveg með á nótunum og fer svo sjaldan út. Það kemur fyrir að ég gleymi því þangað til ég komin inn í búð.
sitja með grímu. Og ef að annað fólk með grímur, þá myndi það minna mig á það. En þarna mín veikindi að gera mig veikari fyrir því að lenda í smiti af því að ég ekki alveg hlutina, ég ekki alveg með skýra hugsun. Og ég fattaði það einmitt bara á síðustu stundu þarna í þessu apóteki að setja á mig grímu og vona að allt sé góðu. En þetta samt bara svona, já, það svo margir þættir í þessu og þótt að við séum svo heppin að hafa mist fáa, að þá eru þessir fáu samt sem að, ég meni ég nátengd einn af manneskjunum sem fór og þurfti ekki að fara og þessir fáu skipta líka málið, líka bara því að jafnvel þeir sem eru heilbrigðir, ég meina nú var Helgi Rafn þingmaður að smitast. Ég hef ekki séð neitt update það hvort hann orðinn eitthvað veikur. Hann sagðist nú ekkert vera veikur í síðasta pósti en segjum það að hann verði mjög veikur og komið samt út úr þessu en verði samt sem áður slappur í orku þar sem eftir þá bara samfélagið búið að missa orku mikinn einstakling allavega hluta af hans vinnuhæfni og fyrir utan allt álagið sem náttúrulega á fjölskyldur langveikra vegna þess að þeir eru náttúrulega bara hjúkkur fyrir bara ókeypis hjúkkur, heimahjúkkur og kerfið okkar þannig sett upp og já, ég meina, þú veist. Ég frétti það í dag að ein vinkona sem að ég hitti eitthvað í kringum áramótin og á fundum mælist með mótefni í sér. Já. Hún veit ekkert hvenær hún veiktist. Þannig að svo ég aðra vinkona mitt sem ég hitti líka nokkur skiptið sem að fékk öll einkenni COVID í vetur og en mælist ekki með mótefni. En hún ennþá með svona einkenni í rauninni eins og svona eftirköst, hvort sem þetta var slæmflensa eða COVID. Þannig að þú veist, maður gæti alveg, þú veist, þannig að ég hugsa bara, já, maður gæti alveg hafa smitast af einhverjum í vetur á þess að vita það, en einhvern veginn hef ég samt þá trú að það myndi ekki fara fram hjá mér ef ég fengi COVID af því ég í áhættuhópi. Já, ég líka nefnilega og þess vegna hef ég alltaf, þú veist, maður svona hugsað það sko, en svo ég alltaf að hugsa með mér af því að minn sjúkdómur nú einu svona þannig að hann hagar sér, ég með alveg 80% einkenna COVID bara því ég vakna á morgnana. Þannig að þú veist, það stóri hiti, það hái hitinn og hóstinn sem að detta út úr menginu en eiginlega allt hitt fyrir utan, já og ekki lyktarskynsstótar í þannig. En fyrir utan það þá hef ég náttúrulega núna tvisvar verið mælt fyrir COVID bara út frá því að þegar ég mæti og lýsi mínum einkennum sem eru mín eigin venjulegu einkenni þá ég innan möguleika. En já, en svo einmitt það dálítið forvitnilegt að fylgjast með hvernig viðbrögðin eru eins og núna hjá Reykjavíkurborg á þessum sambýlum þegar að veikjast starfsmenn sko. Ég nú ekki búin að sjá fréttum að það hefði neinn skjólstæðingur smitast en það var verið að tala að reyna að kalla út fyrrum starfsmenn eða eitthvað svoleiðis. En þetta svona kannski eitt af því sem að hefði átt að vera, ég veit ekki hvað, já, þetta er til viðbragðsáætlun minni. Já, þetta svolítið svona eins og með NPA-þjónustuna, það þurfti að svona hnykkja á því að það væri til einhver viðbragðsáætlun. En svo svo margt eins og til dæmis varðandi þjónustu við fötluð börn og annað, það sem er ekki til viðbragðsáætlun. Og við erum kannski sambýlum líka. Ég og tvær vinkonur mínar sem eru með minn sjúkdóm erum báðar með slatta þjónustuskerðingu í gangi. Ég með eitthvað mjög hættulegt að nýrnahættunum hjá mér og það greindist að hluta til í janúar og ég að fara 21. í loksins í almennilega rannsókn út af því að allt hefur tafist.
og önnur af þessum tveimur til dæmis var á lyfi sem að hjálpar henni mikið, sem að þarf að sprauta upp í hana á spítala, hún þarf að mæta og vera í einhverjum drift og eitthvað, og það hefur ekki gengið upp síðan þá. Og það eru ýmsir hlutir sem að detta út og tefjast, og það að ég hef ekki fengið mína þjónustu til dæmis gerir mig veikari á næsta ári, og þannig að það er... Já, þetta var allt eftir að sýna sig seinna meir, heildrænt hver bara langtíma áhrifin verða. Svo fannst mér líka þarna þegar ég hélt í heilan sólarhring að við varum kannski með COVID hérna á heimilinu, að þá eru sem tveir aðilar sem eru taldir vera mögulega með COVID og ein manneskja sem er svona frekar fyrir sjálfan sig og hefði þá verið í, að ég man aldrei hvort einangrun og hvort sóttkví, allavega hluti í einangrun og hluti í sóttkví. Svo ég reyni með 40 stiga hita að lesa mig í gegnum þessa ruglu sem er þarna. Bara, veistu, ég skildi ekki bóks og ég fór að fara að leita að þarna einfaldatextanum. Og einfaldatexturinn er bara svona eitthvað svona, bara, heyrðu, við erum að útskýra af hverju við þurfum að breyta hlutum en ekki hvernig þú átt að breyta hlutum. Það var eitthvað bara svona baby talk til líklega ætla þá fyrir þroskaskerta og mögulega börn eða eitthvað. En samt rosalega mikið baby talk og ég veit að mikið hluti af fólki er einhvers staðar á milli þess að geta lesið fræðilegan texta og að þurfa alveg baby talk með einhver innihaldi hvernig á að haga sér. Líklega ætlast til þess að starfsmenn þá séu að haga sér fyrir þau eða eitthvað. Og þetta finnst mér vera svolítil brotalegum líka, því að þegar ég er að lesa mér til þetta, þá er ég náttúrulega bara ekki í ástandi til að skilja þetta. Já, en heyrðu, við ætlum nú að reyndar að byrja á því að ræða, kannski fór aðeins of skjótt inn í COVID-umræðuna, en þetta er nú kannski komið gott af henni í bili. Já, ef þetta koma allir fyrir, þá þurfum við Við ætluðum eiginlega að byrja á því líka að tala bara þáttinn okkar, föstudagsþáttinn. Já. Að við erum svona búin að vera að velta þessu fyrir okkur, því nú erum við alveg svona reynsla komin á það að við erum ekkert alltaf up to it að gera 2,5 þátt á viku báðar. Þannig að við ætlum svona að hafa föstudagsþáttinn svolítið frjálslegan, annarkvort verður föstudagsþáttur eða ekki. Við reynum að hafa hann en það er ekkert garanterað. Í staðinn ætlum við hins vegar, ef við erum ekki með föstudagsspjall, þá ætlum við að reyna að endursýna eldri þætti. Sem að fólk hefur jafnvel mistað af og er mjög sniðugt einmitt. Já, einmitt. Og svo erum við líka að velta fyrir okkur hugmyndinu það að vera með innhringiþátt. Einmitt. Og nú veit ég ekki klart fólk er í því að láta okkur vita, en ef að fólk vissi af því með einhverjum fyrirværa, þá væri rosalega gaman að vita það hvort fólk væri til í svona innhringiþátt sem við jafnvel bara hefðum málefni sem að yrði rætt eða bara að fólk fengi bara að koma fram fyrir því sem þeim finnst mikilvægast þessa dagana. Einmitt. Svona þegar við höfum orku í föstudagsþátt og reynum þetta, við þurfum að prufukera það hver klárar við erum í að hafa svona innhringiþátt. Já, ég held að væri kannski bara upplagt að við myndum kannski stefna því á næsta föstudag að prófa svona innhringiþátt. Hvernig líst það bara? Mér líst ágætlega það. Mér líst alveg ágætlega á það. Bara tökum smá öryrkjasálina og sjáum hvað gerist. Einmitt. Ég veit að það er eitt málefni nefnilega, ég þarf, minni mig á það, ég þarf að setja hana á lista á fólki ég þarf að fjalla við. Sem að er dálítið í umræðinni og það væri bara gaman einmitt að sjá hvað, og svo getur fólk líka sagt okkur þá fyrirfram ef það vill vera partur. Hvað var ákvæmst spjallum? Já, nákvæmlega. Ef það hefur sérstakann áhuga á að við tækjum eitthvað ákveðið topic eða umræðuefni fyrir. Endilega láta okkur vita því. Já, einmitt.
En allavega, sástu hérna formaður einhverjus stéttarfélags myndi á og vildi ýta á að öryrkjar og eldri borgarar fengju sama og lágmarkslaun væru. Hvar þá eða? Ég rakst á þetta bara, hvort ég rakst á þetta á Vísi eða einhverju svoleiðis stöðvari eða inn á Öryrkjabandalaginu sjálfu, að það var einhver einstaklingur bara núna nýlega sem var formaður í einhverju stéttarfélagi sem var að skerpa á þessu samkomulagi sem var gert þarna að stéttarfélagin myndi taka þátt í þessu, af því að það eru nú þeirra einstaklingar sem fara síðan yfir á öryrkjabætur oft. Og að hún var að minna á það að hún vildi að það yrði lögð áhersla á það að hækka bætur til samræmis við lágmarkslaun. Já, sko, þetta hefur verið samt auðvitað náttúrulega á að hækka örorkubætur að mínu viti, en svo hefur líka verið gagnrýnt að það megi ekki tengja, og það eigi ekki endilega tengja örorkubætur alltaf við sko lágmarkslaun. Það var alltaf einhvern veginn þannig, og það var svona settur einhver mælikvarði held ég í tengslum við lágmarkslaun og svo áttu þau að hækka í aft og þetta því var breytt, eins og Þuríður Harpa var að tala um hérna, ég talaði við hana síðast sko, að svo hafa þeir einhvern veginn komið sér hjá því að hækka bætur í samræmi við bara vísitöluhækkanir og launahækkanir almennt, eins og þeir eiga í rauninni að gera ef þeir myndu fylgja einhverju lagaákvæði sko. Þannig að það er einhvern veginn komið í veg fyrir það. En já, ég man eftir líka sko umræðu og ég man eftir einmitt sko umræðu laun, bara þegar verið að tala um lágmarkslaun og annað, já, að tengja ekki endilega örorkubætur við lágmarkslaun. Það sé ekkit, ég meina það sé ekkit endilega þannig að örorkubætur eiga að vera eitthvað lágmarks eitthvað, af því nú til dæmis dýrara að vera veikur heldur en að vera heilbrigður. Já, það er náttúrulega indælt. Þannig að þú veist, strangt tekið ættu við að vera hærri en lágmarkslaun. Já, en það er kannski spurning það að lágmarkið, að það hluti af örorkustyrkurinn að ég ætti flokkað í alveg 100 bitar, þannig að það sé nógu flókið fyrir okkur að skilja launaseðlinn okkar. En já, hluti af því væri það og svo væri bara gert ráð fyrir að það þyrfti líka að taka þátt í öðrum hlutum. Já, þetta er eitthvað sem við þurfum að spá svolítið í. Og svo er bara þessi pæling með líka hvort það þurfi ekki bara að endurskoða allt núna, bara fólk utan vinnumarkaðar yfir höfuð, því nú er náttúrulega sko atvinnuleysisbætur eru bara teknar langt fram úr okkur, ég meina þeir eru 40.000 krónum hærri en örorkubætur eða eitthvað. Já, því að nú er svo mikið af fólki sem ekki hlustað á komin á þér. Það var reyndar búið að hækka þér held í fyrir sko, en Já, það ekki alveg örgli í kreppinu þegar, já. Nei, það var held ég áður sem var búið að hækka þér sko. Það var nefnilega þegar það var hérna, þú veist þetta með á sínum tíma þegar kreppan sem slíkt kom, að þá var einmitt, sko, ég man eftir tóninum í fólkinu í öryrkjasamfélaginu sem var bara eitthvað, heyrðu, það koma einhver þarna inn á endurhæfingu örugglega líka og eitthvað svona dæmi. Það þýðir einhverjir ferlar verða endurskoðaðir, það var í fréttunum. Við þurfum að breyta þessu í atvinnuleysisbótum, þetta gengur ekki, við þurfum að breyta þessu, gengur ekki. Því þá var alltaf komið fullt af fólki sem var þess verið að hlusta á inn á þær og var að sjá það sem við vorum svo sem búin að vera að segja allan tíman eins og er. Já, það var náttúrulega umræðan á þingi var náttúrulega svo bara að það var bara almennt viðurkennt að geta enginn lifað að minna en 400 skall eða eitthvað á mánuði. Þannig að maður var svona alveg bara Gallegt, vegna þess að nú eru bæturnar mínar fyrir skatt 280 eitthvað og ég fæ útborgað 240 held ég. Ég er svo ótrúlega góð í þessu sko. Og já, það vill nú bara svo til að það er ekkert að duga eitt eða neitt, eins og núna er ég til dæmis í samtali við bankanum að reyna að redda því að ég var veik einu mánaðamót og
Mhm. að borga vissan reikning og hann flæddi yfir á næstu mánaðamót. Já, ég meina það er dýrt að vera fátækur, ég meina maður verður bara að safna skuldum alltaf inn á milli og svo bara alltaf spurning hvort maður ná að greiða þær eitthvað niður eða hvort að maður bara safnaði endalaust. Það væri áhugavert að taka saman hve mikið af einhvern dráttarvöxtum, lögmannagjöldum og svo framvegis. Ég maður hefur þurft að borga aukalega bara út af því að maður þurfti að finna, Einmitt. Já, einmitt. Herðu, svo bara, við ætlaðum aðeins að ræða bara fréttirnar líka. Svo er búið að vera mikið náttúrulega umræða flóttafólk og mikil reiði í samfélaginu. Það voru mótmælin niðri í bæ daginn. Fórstu á mótmælin sem voru niðri í bæ? Hvað heldur þú? Ég bara spyr. Ég kemst varla út úr húsi. Ég er búin að vera heilan mánuð, heila viku, þá var ég alveg bara eitthvað svona og hringdi svo loksins í lækni og þá sagði við mig, heyrðu bara minn, þú ert nú ekki með nýrnahettu sem virka núna. Þegar þú verður svona þetta taka meiri stera. Þannig nú er ég á degi 3 og sterum og næ actually að tala við fólk. En nei, ég fór ekki á mótmælin þótt að mér langi alltaf að fara og mér langar alltaf til þess að senda ykkur með skilti. Bára er hér líka, hún kemst bara ekki. Bára með ykkur í anda. Já, mér finnst rosalega leiðilegt að því með einmitt mál sem að maður vill sko algjörlega styðja og þegar maður kemst ekki sko. Gerði mér besta til að endurpósta og taka þátt í umræðu og allt þetta. En það er einmitt mjög oft þannig að eins og núna líka bara er maður í alvörunni svolítið hræddur það, það er smittími. Þannig að maður er líka að... Hræddur við að vera innan fullt af fólki. Já, ég meina við erum bara í þeirri aðstöðu en ég myndi gjarnan vilja, eins og ég segi, ég myndi gjarnan vilja að ég geti mætt og nú er ég komið hjólastólum til þess en það verður bara að vera þegar það kemur, já. En þú styður þetta málefni, þú ert ekki eina af þeim sem að stillir þessu upp, bara velferðarkerfið, örorkulífeyriskerfið versus innflytjendur. Það er bara ekki neitt. Það skiptir engu fjárhagsmáli hvort að við myndum stróka út allt fjármagn til útlendingastofnunar og allt það dótari og innflytjendur og svo framvegis. Það er ekkert frekar fyrir að lofaði því að það yrði notað í vegagerð frekar en nokkuð, skilur við. Já, nákvæmlega. Og við tengjumst bara ekki í þessu máli fyrir utan það að ég yfir höfuð hef þá reynslu af fólki að það sem sagt öryrkjum að þeir styður fyllilega stöðu innflytjenda og endilega líka innflytjenda sem jafnvel eiga við vandamál að stríða. Að við viljum hjálpa fólki, ég meina það er bara, ég hef heyrt frá fyrstu hendi lífið sem að fólk lifir bæði þarna úti og á flótta. Það er engin, eins og einhver sagði við mig, sko, það er engin móðir sem fer með barnið sitt á bát nema báturinn sé öruggari heldur en staðan sem hún er að fara með, farið út. Þannig að fólk er að fara stórhættulegar ferðir af ástæðum sem eru nógu sterkar til þess að taka unga börn og börn með sér og það á bara að segja okkur það er fengt út að þarna er ekki búanlegt. Þessi vinur minn sýndi mér myndir af staðnum sem var að koma frá og það leit bara á svona út eins og byggingarsvæði lítur út eftir að vera að fjarlægja hús sem á að fara annars hús til staðar. Þar viltu bara ekki búa og hann kemur hingað og er bara ég ætla að taka bílpróf, hvernig ég tala við til þess að vera ekki svindlað á, af því það er ekkert öryggisstæki neinstaðar, það er engar reglugerðir af því að yfirvöldin hana eru bara, það er ekki struktúrað yfirvaldasystem. Svo myndu nú einhverjir kannski tala að þetta væri öðruvísi mál með þessi 4 börn núna, þessar barnafjölskyldu sem að fer núna hölduhöfði frá Egyptalandi, af því þau eru náttúrulega ekki að koma frá þau voru ekki í einhverju bátsferð að koma frá Grikklandi eða eitthvað svoleiðis. Og sumir vilja meina að Egyptaland sé voðalega safe land og eitthvað sem það er náttúrulega alls ekki, sko. Þannig hlutar af því fyrir hluta af fólki.
Já, kannski mögulega, en þú mátt samt ekki hafa neina skoðanir á óþægilega skoðanir á hlutunum. Og fólk að hverfa þar, sko, það bara alveg vitað. Þannig að það svona svolítið sorglegt að þessari fjölskyldu eða foreldrum þessara barna að þau séu ekki tekin trúanleg og fyrir utan það að börnin eru búin að vera hérna það lengi og þú veist, búin að aðlagast íslensku samfélagi, þannig að það einhvern veginn, mér finnst mjög grimmt að rífa þau upp með rótum og senda þau heim. Svo hélt maður einhvern veginn að það væri búið að... Af hverju erum við að senda fólk eitthvað á þessum tímum? Já, fyrir utan það, sko. Svo það annað, því svo voru þeir búin að tala líka að þeir ætluðu að hætta að senda fólk aftur til Grikklands, út af COVID og eitthvað svona, en svo einhvern veginn ekki þeirra að standa alveg við þetta. Þannig að þetta mjög undarlegt allt. Já, einmitt. Heyrðu, svo hefur verið svona í umræðinni líka transkonur og ofsóknir gegn transfólki og transkonum sérstaklega kannski. Já, sem er náttúrulega mismunandi milli landa. Við búum við relatív öryggi hérna á Íslandi. Þegar barnið mitt kom út sem trans og konan mín er líka trans, að því ég safna transfólki, þetta er svo skemmt í fólk. Að þá hafði ég svo sem kannski ekki beinar áhyggjur af því að þau myndi lenda í líkamlegu ofbeldi hérna heima þótt að það hafi komið fyrir, en í Bretlandi er málið mjög hættulegt og hefur verið í dálítinn tíma og svona hættulegra og hættulegra og þar náttúrulega var þessi kona sem er þekkt, sem ég bara, who shall not be named, þekktu kona með mikil völd og mikla peninga sem styður þetta mál og er alltaf að bæta við einhvern veginn í kladdann. Hún skrifaði heila ritgerð af hverju transkonur væri ekki konur og af hverju ætti ekki að styðja við transunglinga og svo framvegis á sínum tíma. Þannig að þetta er ekki, fólk veit kannski ekki af þeim pörtum af henni. Og hún felur sig á bak við það að hún sé að vernda það að hún megi kalla sig konu og af hverju þarf að vera alltaf fólk með fólk á blæðingum, eitthvað það sé verið að láta konu verða ósýnilegar. En það er bara ekki málið. Það sem er að gerast er það að heilbrigðisstarfsfólk er að hugsa það að gera öllum sjúklingum þægilegast að koma til þjónustu. Þannig að einstaklingur sem er trans og á eftir að fara í einhverjar aðgerðir eða einstaklingur sem getur ekki fengið að fara í þessar aðgerðir út af eins og það er til fólk sem er þar, að það þurfi ekki alltaf að fá, að sé ekki alltaf verið að draga upp að það sé trans fyrir utan það að þú ert búin að lifa, segjum þú ert búin að lifa lengi sem til dæmis trans karlmaður, þá vilt ekkert að pappírarnir þínir komi óvart upp það að þú sért með hvern líffæri en þá til staðar. Og ég get labbað út á hvaða torg sem er og sagt ég er kona, 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 ég er kona. Það er ekki áhrif á mig fyrir utan það að ég lækki launum ef ég væri á launum. En við erum að tala um hóp sem þarf vernd og á móti hópum sem að þurfa það ekki. Og ég verið svona einhvern veginn að fara í gamlar, hvað heitir þetta, gamlar svona ljótar pælingar það að því að transkonur hafi upprunalega verið með í transumhverfinu að þær séu þá óbeldisfullar og aggressívar eins og karlmenn eru. Sem að við sem Íslendingar vitum náttúrulega er ekki staðreynd mála. Ég meina, hefur við rosalega mikið að því að transkonur sé að brjóta einhverja glæpi, brjóta af sér. Nei. Og svo leggja náttúrulega karlmenn sem að vilja brjóta af sér það ekki á sig að fara í gegnum heilt sálfræðikerfi og aðgerðir og ég eitthvað anskotan til þess að, ég meina, það er miklu auðveldari leiðir til þess að brjóta á konum ef að fólk verður ágjur af því. Ég hef allavega þá reynslu af þessu fólki upp til hópa að það bara vill fá bara vera það sjálft og vill ekki þurfa einhvern veginn að
að standa í því að vera rosalega áberandi til þess að vera það. Þannig að það sé bara eðlilegt að segja bara já, ég trans á meðan það er að fara í gegnum ferli og allt þetta og það þurfi ekkert að vera eitthvað svona alltaf einhvern veginn að bara rassa einhverju rosalegu veseni ofan á það sem að það hefur í gegnum tíðina þurft að láta leggja á sig. Já. En svo er það þetta með einmitt, hvað kemur hérna trans og barátta, þetta er náttúrulega bara svona, já, öryrkjamálum við, ég hugsaði með mér einmitt, þetta er bara partur af einmitt þessu spektrumi, þessari flóru yfir sko bara mannréttindi og mannréttindi baráttu sem að maður vill að sé. Fyrir utan það að fólkið í gamla daga, eldri daga, sem er nú bara fyrir 2 árum eða 10 árum eða eitthvað, sem að þegar þetta var ekki uppi á borðum og svo framvegis, það er meðal okkar sem öryrkjar út af því að hvernig það hefur farið andlega eða líkamlega við það að gera hluti og hérna líka bara, sko já, ein þeirra er meðal okkar út af því að hún sem sagt fekk ekki aðstoð hér, hún fór úti fekk hún lyf sem að hún vissi ekki af að myndu hérna gera hana veika. Og nú er hún veik út af því að hún sótti sér aðstoð í heilbrigðiskerfi sem var ekki regulerað og andlegt álag alveg eins og kulnun og allt annað gerir fólk líklegra til þess að komast til þess að vera enda hjá okkur. Nákvæmlega. Það eru margir vinklar á þessu nefnilega, en hérna, já, það væri forvitnilegt að taka þetta mál betur á dagskrá einhvern tímann. Hérna, við erum búnar með tímann? Nei! Jú. Erum við búin með allt sem við ætlum að tala um? Já, svona, já, ég held það. Við ætlum kannski bara að enda minna á tilraunina á næsta föstudag. Já. Við ætlum að gera á því að vera með öryrkjasálina opna. Já, mér langar að tala til, nú hef ég lent ekki alveg 2 eða 3 að hitta fólk út á götu sem þakkaði okkur fyrir hérna þá, sem að hvetur mann einstaklega mikið, að maður sé í raun og vera að ná til einhverja. Og ég hvet þá einstaklinga líka til að koma og setja inn í umræðina, væri gaman að sjá ykkur. Og bara, já, frá minni hendi, bara takk fyrir mig. Takk sömuleiðis og við bara sjáumst næst kæru áhorfendur, minnum á hérna Facebook síðuna Öryrkjaráði þar sem þið getið líka sendt okkur póst. Já. Takk.